Takk fyrir. Ég ætla að byrja að fá að þakka frummælendurum okkar fyrir þeirra erindi hérna. Mér finnst þetta allt saman alveg óskaplega spennandi og ég sannfærður að skapandi greinar eiga alveg endalausa möguleika á Íslandi. Mér finnst þetta að vera afskaplega fróðlegt að heyra. Nú kem ég hérna með glærur sem ég var nú tiltölulega sáttur við þegar ég var að búa þær til. Ég þori valla að sýna þær núna sko, eftir það sem við erum búin að vera að horfa á hérna. En þið takkið viljan fyrir verkið. Einhverjum kann líka að finnast umræðuefnið eitthvað á skjön að fara að tala lobbyisma þessa hagsmunafélags í framhaldi af þessum ágætu erindum sem voru öll svona inspireruð. En auðvitað hangir þetta allt saman. Við erum að berjast fyrir í rauninni hagsmunum minni og meðalstóra fyrirtæki á Íslandi og ég held ég geti fullyrt að eiginlega öll fyrirtækin í þessum skapandi greinum eru fyrirtæki af þeirri sort og eins og að nefndi þarna áðan örfélögin sem eru á milli 80-90% af fyrirtækjum á Íslandi. Ég hygg að flest svona startup fyrirtækin í þessum bransa falli undir þá skilgreiningu, þannig að allt hangir þetta nú saman. Hvað falda aflið? Við höfum gaman að því að skammstöfunin svo sama og fyrir nafn félagsins, það FA, en þetta eru 12 tillögur sem miða því að bæta efnahags- og rekstrarumhverfi minni og meðalstóra fyrirtækja á Íslandi. Þessu verkefni var hleypt af stokkunum í september 2013. Eftir því sem að málin vinnast, eftir því sem þau skila sér í höfn, þá bætum við eins og að nýjum við. Við erum alltaf með 12 tillögur í gangi, 12 mál sem við erum að vinna í á einhverjum fronti, sérstaklega náttúrulega gagnvart stjórnvöldum. Og það árangur víða en annars staðar hefur verið vissulega þungt fyrir fæti. Við strikuðum samt út í byrjun síðasta árs 3 mál þar sem við töldum okkur einfaldlega að vera búin að ná því í höfn sem við vildum. Það var afnám vörugjaldana, það voru breyttar reglur skattlagningu arðs og það var lögfesting fleiri gjalddaga aðflutningsgjalda. Og bættum við 3 nýjum tillögum sem eru afnám verndartolla í landbúnaði og einföldun álagningar virðisaukaskatts. Þetta hérna með grænum stöfum. Þannig er svona kannski að skerpa á gömlum stefnumálum og svo eðlileg verðmyndun í sjávarútvegi sem að snýra mörgum litlum fyrirtækjum. En ég ætla aðeins að fara í gegnum málin hérna hvert fyrir sig og hvar þau standa og við erum með svona mælaborð, svona mæla sem að sýna eiginlega hvar hvert mál stendur. Það í fyrsta lagi skýrari takmörk á eignarhaldi banka á fyrirtækjum. Við höfum talað það mjög óeðlilegt að stór hluti fyrirtækja í landinu sé í eignarhaldi banka og þar að leiðandi með allt aðra bakhjarla heldur en flest önnur fyrirtækja markaði og allt aðra aðstöðu í samkeppni. Og höfum meðal lagt til að sá tími sem að fyrirtækin mega vera í eigu bankana verið styttur. Það hefur ekki náð eyrum þingmanna. En þetta þokast, fjármálaeftirlitið birti ágæta úttekt í mars, þá hafði frá 2080 185 félögum verið komið úr eignarhaldi bankana, það voru 40 eftir, þar að veru tæplega 30 í söluferli og 10 í slitaferli. Þannig að þetta potast, við erum enga síður á þeirri skoðan að þetta séu of mörg félög svona 7 árum eftir hrun. Svo þetta nú eitt sem að fyrirtæki í skapandi greinum og nýsköpuna fyrirtæki ætti að hafa mikinn áhuga á. Það eru fleiri skilvirkar fjármögnunarleiðir fyrir fyrirtæki. Það breyttist á síðasta ári að heimildum lífeyrissjóða til að fjárfesta á svokölluðum markaðstorgi fjármálagerninga voru rýmkaðar. Þeir mega verja þar 5% á sinni hreinu eign, auk 20% í bréfum í fyrirtæki sem voru ekki skráð í kauphöll. Fjármálaráðherra boðaði hér á þessum fundi í rauninni í fyrra og aftur núna fyrir stuttu frumvarp sem á að leggja fram á þinginu í vetur skattaívilnanir vegna fjárfestinga einstaklinga í sprotafyrirtækjum. Og í fjárlega frumvarpinu voru síðan boðaðar 2 breytingar í viðbót. Það endurskoðun á lagaumhverfi verðbréfamarkaðarins þannig að lítil nýsköpunarfyrirtæki fá meðalans rýmri undanþágur frá birtingu útboðslýsinga og enn frekari rýmkun á heimildum lífeyrissjóðanna til fjárfestingar í nýsköpunarfyrirtækjum. Þetta allt saman hlutir sem eiga að gera litlum og meðalstórum fyrirtækjum auðveldara fyrir að fjármagna sig. Markvissar leiðir gegn kennitöluflakki. Við höfum verið að vinna mikið í þágu lítilla fyrirtækja sem að lenda stundum í því að þau eru búin að afhenda vörur til annarra fyrirtækja sem síðan fara í þrot
og eignarhaldsfyrirvarar eða eignarréttarfyrirvarar sem hafa verið settur á óseldum vörum hafa ekki haldið. Lagerinn hefur farið upp í kröfur annarra kröfuhafa, getum við sagt. Þessu máli höfum við verið að fylgja eftir gagnvart innanríkisráðuneytinu núna undanfarið ár og svona í skoðun, þó að við teljum okkur ekki vera búin að ná árangri þarna. Lækkun tryggingagjaldsins á dagskrá núna. Við sjáum vonandi seinna í mánuðinum framan í fyrstu svona myndarlegu lækkunina í talsverðan tíma. Hinn litla lækkun hérna í upphafi kjörtímabils var vissulega mikil vonbrigði því það voru gefin fyrirheit annað. Núna lækkun tryggingagjaldsins lofað í tengslum við nýgerða kjarasamninga. Það eru helst til óljós loforð okkar mati, en við höldum áfram að halda þessu máli lifandi og hamra á því. Þetta mikið hagsmunamál fyrir lítil fyrirtæki, ekki síst núna þegar öll laun hækka. Þetta var nú kannski eitt af okkar stóru málum á síðasta ári. Það afnám verndartolla í landbúnaði. Það búið að ákveða afnám tolla af öllum vörum öðrum en matvöru. Við gáfum út skýrslu á síðasta ári matartolla og hvað þeir eru að mörgu leyti ankannarlega álagðir. Það síðan unnust talsvert margir sigrar á síðasta ári. Það eru komin ýmis skörð í tollmúrana. Við getum nefnt tollasamningin við Evrópusambandið sem við vorum nú búin að þrýsta mikið á að þeir eru gerður. Afnám snakktollins illræmda næstu áramót. Síðustu áramót fóru út tollar á mjólkurlausum ís. Við unnum mikinn sigur í Hæstarétti ekki fyrir löngu þegar ríkið var dæmt til endurgreiðslu á útboðsgjaldi sem rauninni partur á tollverndinni. Þetta þokast áfram og það eru tækifæri til að þrýsta frekara máli núna í tengslum við gerð búvörusamninga. Eitt málið okkar aukin skilvirkni í innkaupum hins opinbera. Það nú stefnir núna í mánuðinum loksins í útboð á flugmiðum fyrir ríkið eftir mikinn þrýsting frá okkur sem hefur skilað þessum árangri. Og það eru líka mörg ákvæði til bóta í nýju frumvarpi opinber innkaup. Til dæmis að þau nái líka til sveitarfélaga, að það megi skipta upp samningum sem við fleiri og þá smærri aðila, að það verði gerðar hóflegri kröfur til bjóðenda, að það verði bæði rafræn útboð og innkaup sem við teljum hjálpa til. En það þarna hins vegar líka tillögur sem við teljum varasamar eins og það að afnema svokallað samkeppnismat við þegar ríkið tekur þátt í útboðum á erlendum vettvangi og það hefur verið dálítið í fréttum undanfarið. Þetta mál sem áfram í forgangi hjá okkur. Þetta mikið hagsmunamál fyrir stóran hóp okkar aðildarfyrirtækja og við höfum stofnað þetta sérstakan starfshóp sem mun vinna áfram í málinu nú á þessu ári. Hér verður að segjast að það lítið að gerast. Við mörgum fyrirtækjum þykir samkeppniseftirlitið svifa seint og upptekið í stóru málunum. Hérna þurfum við einfaldlega að viðhalda umræðu og þrýstingi og höfum gert það. Skorum reglulega á samkeppniseftirlitið að flýta málum, til dæmis rannsókn á mjólkursamsölunni. Verður að viðurkennast að það gerist hægt. Hér mál sem var í fréttunum í gær og dag. Við höfum verið að reyna að þrýsta fyrir hönd okkar aðildarfyrirtækja í sjávarútveginum á það að sjávarútvegsráðuneytið fari að tilmælum samkeppniseftirlitsins að draga úr samkeppnishömlum í sjávarútveginum. Það skemmst frá því að segja að það eru mjög lítil viðbrögð því, mjög lítill áhugi í sjávarútvegsráðuneytinu á því að rétta hlut til dæmis fiskvinnslufyrirtækja án útgerðar. Þannig að aðgerðarleysi virðist vera stefnan þarna en við höldum áfram að þrýsta á þetta mál. Hér býsna mikið að gerast. Það núna nýtt frumvarp iðnaðar og viðskiptaráðherra komið fram á þingi. Það innleiðir Evróputilskipun ársreikninga og þegar það orðið að lögum þá þýðir það að 80% fyrirtækja á Íslandi munu geta skilað inn mjög einfölduðum ársreikningi sem byggður á skattframtalsupplýsingum. Það rauninni bara að íta á hnapp á vef ríkisskattstjóra og þá ársreikningurinn farinn. Það þarf ekki skoðun, það þarf ekki endurskoðun, það þarf ekki skýrslu stjórnar. Þannig að þetta mjög til einföldunar og kostnaðarlækkunar fyrir þorra fyrirtækja í landinu. Litlum félögum sem þá aðeins stærri en örfélögin dugar að láta skoðanamann fara við sína reikninga og það þá fyrst og fremst stærri fyrirtækin sem þurfa fulla endurskoðun. Þetta verður mikil búbót þegar þetta verður orðið að lögum.
Við höfum talsvert verið að rótast í því að eftirlitsgjöld hins opinbera byggja á þeirri vinnu sem unnin, að fyrirtækin séu ekki bara rukkuð í blindni að þess að það standi undir hinum raunverulega kostnaði ríkisins af eftirlitinu. Dómur sem að fjall á síðasta ári í máli Banana, þar sem að ríkið var dæmt til að endurgreiða 40 milljónir í plöntu eftirlitsgjald, vekur vonir breytingar, þannig að það mál á eftir að fara fyrir Hæstarétt, en samhliða því erum við að reyna að ýta á stjórnvöld að skoða málið heilstætt, að fara yfir raunverulegan kostnað við allt eftirlit í staðinn fyrir að vera stöðugt að aðtast í einstökum málum. Einföldun álagningar virðisaukaskatts, það nú hættulegt að tala það, sko, þar sem að fólki í skapátagreininum er viðstatt, af því að það myndi til dæmis þýða að til dæmis bækurnar getur endað í sama virðisaukaskattsþrepinu og allt hitt. Á endanum erum við samt samfærðum að eitt breytt og þá lægra virðisaukaskattsþrep myndi draga mjög úr flækjustiginu í viðskiptalífinu, einfalda alla verðmyndun og efla samkeppni. Þetta er mál sem svona þokast, þar síðustu áramót nálguðust þrep virðisaukaskattsins, en það er ennþá 13% stiga munur. Það eru breytingar núna síðustu áramót, þar sem langmesta ferðaþjónustunni er síðan orðið undir. Ég held að stefnan eigi að vera áfram að fækka undan þá honum og breyka skattstofnin og lækka þá efraþrepið. Hér erum við svo komin að máli sem að varða skýrari reglur opinbera birtingu ársreikninga. Það breytist líka mikið með væntanlega nýjum lögum ársreikninga. Það verður mikil einföldun á reikningsskilum fyrir 80% fyrirtækja, en það hefur ekki verið í þessari lagasetningar vinnu tekið tillit til allra okkar athugasemda varðandi opinbera birtingu ársreikninga. Við höfum bent á að út frá samkeppnissjónarmiðum sé oft verið að gera litlum fyrirtækjum að birta í rauninni of miklar upplýsingar. Við svona höldum áfram að reyna að halda þeim málstað á lofti eftir því sem að þetta mál heldur áfram í vinnu hjá þinginu. Við getum sagt þess að hér eru flest málin á hreyfingu, 2 þeirra sem að varða reikningsskil og endurskoðun eru mjög nálægt í að vera í höfn. Þið sjáið að málum þar sem að við fáum grænan mæli, þar sem aflið er fullvirt, það er ekkert svoleiðis á listanum þetta árið. Það er af því að við gerum okkur alltaf vinnuna erfiðari með því að tína út málin þar sem við teljum okkur hafa náð árangri og höldum áfram að sækja á brattan. Við erum að mista okkur ánægð með það að öll málin eru á einhverju hreyfingu nema þetta með verðmyndunina í sjávarútvegi. Núna ætlum við síðan að kalla aftur saman starfshópinum falda aflið sem að lauk í störfum 2013, leita út í aðildarfyrirtækin að starfskröftum og hugmyndum. Markmiðið er það annars vegar að finna ný mál í stað þessara 2-3 sem að virðast vera leið í höfn, og hins vegar að skoða nýjar leiðir til að þrýsta á málin þar sem okkur hefur orðið lítið ágengt. Við teljum að við starfsfólk og stjórn félagsatvinnurekenda við þurfum endilega liðsinni frá aðildarfyrirtækjunum, fleiri hugmyndir og mannskap sem hefur skoðanir á því hvernig við vinnum úr þessum málum. Nú ætla ég ekki að halda ykkur öllu lengur frá kaffinu. Þakka kærlega fyrir mig. Takk fyrir Ólafur.